Kæru leikhúsgestir, velkomin í Hóf. Við viljum biðja ykkur að slökkva á farsímum og einnig ekki heimilt að taka myndir meðan sýningu stendur. Takk fyrir og góða skemmtun. Þessa umræddu nótt meðan jörðin stóð stjörf. Ofurmennið var þar og allar hetjurnar á brókinni við björgunarstörf. En allt fór í hakk þegar heimurinn sprakk og þær flæktust í fullnægjum slím. En þá í sama svip svífandi djúpgeimskip setti allt á ógnastíg. Sæluhrollur hríslast niður. Hér aldrei nokkur fríður. Hetjur berjast á hvítu tjaldi og hugur okkar á feigðarvaldi. Við erum komin á svo skammri sjó. Ég sá kjólana þrengda, sá þrjótana hengda, ég sá illmenni innrétta fjöll. Og það kom mér neitt til kringum miðnæturbil þegar kóngulærnar átuðu öll. Þetta rann allt sitt skeið, skreið sína leið og að minningum eitt lagði stein. En ef að jörðin ferst sem gæti vel gert, hún verður alltaf óspjörnuð og hrein líkt og sæluhrollur hríslast niður. Hér aldrei nokkur fríður. Hetjur berjast á hvítu tjaldi og hugur okkar á feigðarvaldi. Við erum komin á svo skammri sjó sem veitir fró. Sigurhúða, sýrudvalar, skammri sjó, þið fáið blóð. Og núna byrjar söngsins svo skammri sjó. Ó, Brad, var þetta ekki dásamlegt? Var Betty ekki æði? Ég bara trúi þess ekki. Fyrir klukkutíma var hún bara ósköp venjuleg Betty Monroe. En nú hún orðin frú Betty Hapsat. Ó, já, Janet. Hann heppinn. Já. Og svo hún ansi hreint tilkepil í eldhúsinu. Það vita nú allir. Já. Hann heppinn. Hann á eflaust von á prýði stöðahækkun á langt líður. Já. Hey, Janet, Já, Brad. má ég segja það smá? Já. Ég verð að játa mig brá Já. þegar
Brúða vendinum þér tókst að ná. Það kemst upp í ákveðin vana. Ævina með þér að plana. Eins og sé skrúfað frá krana. Það ástin og kannast við hana. Janet, ég elska þig. Í dýpstu áskal ég ana. Að allra handa vitleysu flana. Og manninga nautgripi manna. Í ástin og kannast við hana. Janet, ég elska þig. Guð, hvað ég spenntur, hér hringur. Ég held ég sé að pissa á mig. Hann gerður fyrir það. Bjóða enn veit ég elska þig. Kannski er ég loksins vífrú sem aldrei mun verða mér ótrú. Ég verð bara að segja þú eiga mig. Ó, þú. Æ, skrampur. Ó, Janet. Þá er bara best að drífa sig. Hopping og heitin og spana. Að heimsækja gamlan Montana. Eflaust við ógnum stjana. Það er bara eitthvað við hana. Janet, það er þú. Elska þig, Janet. Skúbi-Dú-Dú. Svona, Ég elska Ég myndi gjarnan vilja, með ykkar leyfi, bjóða okkur með mér dálítið undarlegt ferðalag. Þetta tiltekna nóvemberkvöld virðist vera ósköp venjulegt þegar þau fyrirmyndaparið Brad Majors, já unnasta hans Janet Weiss, óku saman frá borginu út á land til þess að sækja heim gamlan eðlisfræðikennara og góðan vin, Dr. Everett Scott. Vissulega voru blikur á lofti þetta kvöld. Óveðurskýin hrönnuðust upp eftir því sem þau óku lengra og fjarlægðust borgina. Það var úrhellingsrigning, þrumur og eldingar, sannkallað skítaveður. Já, og svo var þetta ekki þeirra líka alveg vandræðalega loftlust. Já, þið vitið nú hvernig þetta unga fólki er, áhyggjulaus með öllu og kærulausu uppmálað. Og þau voru nú ekki að fara að láta smá bleitu skemma fyrir sig kvöldið, ó nei. En að upphafinn skal endinn skoða. Því þetta kvöld átt eftir að vera þeim afar minnislegt. Lengi, lengi, mjög lengi. Ó, Er ekki allt gay? já, ég held að við tekið ranga beygja áðan. Við ættum sannlega að finna stað til að snúa við. Árans, Janet. Hvað var þetta? Það er sprungið. Framdekki vinstra minn sýnist mér. Ó, Og var þetta ekki loftlaust? ó, Og við ekki neitt síma. Klaufaskapur. já. Já, þú ættir að halda þér kyrru fyrir hér, dúa mín. Ég fer og sækja aðstoð. Já, hvert ætlar þú, Brad? Við erum lengst út í raskati. Hér er enginn. Hvað með kastalan sem við keyrðum frá hjáðan? Kannski getum við fengið að hringja þar? Já, ég kem með. Nei, það er algjör óþarfa að þú glotnir. Ég kem með. Hver veit að sko minn ef þú hittir einhverja súper heita gerði sem að geðveikt flottan síma og þú ættir bara aldrei sjá aftur.
sittað einhver meðan sólin lætur strauma lyfja mig liðgar að Þetta verður allt í lagi, Janet. Ægibrat, snúum við. Ég er köld og ég er blaut og ég er svöng og ég er bara mjög hrædd, Brat. Rólegt, Janet. Nei, svona í alvöru, Brat, ég er bara mjög smeyk. Janet, engar áhyggjur. Ef heppnin er með, þá á einhver síma hérna sem ég geti fengið að hringja úr. Janet! Hæ, sæll. Við erum í dálitli klípu. Þú gætir mögulega orðið okkar að liði. Já. Þannig er að við sprengdum í Raugnaðar dalnum. Allt svo dekk. Já. Og við erum ekki með neitt síma. Nei. Klaufaskapur. Já. Já, ekki býr þú svo vel að vera með síma sem getur fengið að hringja úr. Þið eru bleit! Já, ég veit. Það er mjög mikil rigning úti, sko. Já, mitt. Ég held að það sé best að þið komið ykkur inn fyrir. Já, takk fyrir. Takk æðislega. Brat? Þú ert of almennilegur. Þú ert of almennilegur. Fátt er svo með öllu illt að ekki boði nokkuð gott. Loksins, eftir óralanga baráttu við úrhellisrigningu, virti sem að heppni væri gengin í lið með þeim Brat og Janet. Og þau myndu loks fá úrlausn sinna mála. Eða hvað? Reyndar, það var eitthvað einkennilegt við þennan tiltekna kastala sem sprungi dekk, óheppilegt símaleysi og regnvöld nóttin höfðu leitt að eitthvað sem gerði bæði uggandi og óróleg. Þið vitið, en ef þið vildi í raun og veru komast á áfangastað fyrir nóttina, urðu þau að leiða allar slíkar fangavöldur hjá sér og þiggja þó hjálp sem byðst, möglunlaust og ekkert kjaftaði. Doggi hér! Ó, Brat, hvers konar staður er þetta eiginlega? Þetta er ábyggilega einhvers konar veiðiskáli fyrir ríka furðufugla. En það er nú eins gott að hafa auga með þessum undarlega útfararstjóra. Æi, Brat, ég er svolítið smeyk. Taktu þér takona. Í Guðsbæn. Það er algjör óþarfi að missa sig einhverja móðsýki. Ég er hér. Brat. Já. Afsakið hana. Já. Hæ. Gætu kannski bara fengið að hringja
eitt símtal hjá okkur. Og þá getum við bara farið. Þið hafið ábyggilega nóg að sýsla. Já. Kvöldið fullbókað. Brjálað að gera, ekki satt. Heppnin með ykkur! Herran einmitt að sinna viðhaldin í kvöld. Hann heppinn? Hann heppinn, þú heppinn, ég heppinn, við erum öll heppinn! Öll nema Eddi. Sess! Eddi? Sess! Vika pilturinn. Þetta var ekki góð vika hjá honum. Herran vildi bara hann sæti aðeins á sér. Já, það skiljanlegt. Æi, já. Manni finnst bara svo stutt sem hann fór. Hvert? Yfir. Það hugsa. Tíminn flýtur. Kristum heimi. En hverju hlustir? Því að allt tekur enda. Og ég þarf að stýra því. Það var gegja að tíma við tíma. Hleypa og verða hann. En þú sést hann tómi úr tóminu hljómar. Þetta tímansinn. Þetta tímansinn. Fyrst er að hoppa á mig. Vonaði þinn á mig. Öndar eldar fösti. Við stígum til einn ásinn. Og þú veistu hvað sagði. Það kemur góður á hinn. Þetta tímansinn. Þetta tímansinn. Þvílík sæla, ein algjörðu sæla. Hvað er ég að mæla? Ha! Alls ekki neitt! Nú er bara að fljóta, villivita og njóta. Maka krókinn út í eitt. Það þarf örlítið hughrif og að setja í flughrif. En síðan og öllu breytandi. Þetta er ákveðin hreyfing. Ég veit þér maður reyning. Þetta tímansinn. Þetta tímansinn. Nú ég tók kastið niður í bar, reyndi að hugsa hans í. Lega geggjaður gauð á mér eiga hýr. Það fýraði upp í mér, ég mammi fannst það klúrt. Hann dætti partbílinn og það var frekar súrt. Hann starði á mig og ég missti það. Gleymdi að loka bæði stund og stað. Þetta tímansinn. Þetta tímansinn. Þetta
hittu staffinni. Þau eru ekkert of hress, en það bara vegna þess. Þau vantar bara stöffi sig. Hrökkvið ekki kút og ég líti svona út. Uppbúðirnar augum þekkja. Ég held aftur af mér, þar til mitt hvað fer, en þá tekur líka rekkjan að trekkja. Því ég kyn og kynstingur, frá kynsegin Transylvaníu. Þetta kastalinn minn, svona kíkiði inn. Hver veit hverjum þú lendir. Við gætum ef það passandi gert eitthvað sjúklega krassandi og sætt almennar blíðunarkenndir. Gott að hitta þig hér. Mætti ég fá að hringja hjá þér. Niðurbæð og svo Spani. Já. Við áttum bókaðan fund sem var fyrir smá stund. Þetta atvik var ekki á plani. Svo bílinn fór ekki af stað, veistu hvað? Sýtt mér frá. Þó það valdi einhverjum usla. Ég lofa þér því að þessum híbýlum leynist önnur betur dugandi drusla. Því ég kyn og kynstillingur, frá kynsegin Transylvaníu. Segja ykkur, svolítið ég verið að búa til mann og aðeins dúlla við hann og fikta við upprísið haldið því ég kyn og kynstillingur frá kynsegin Transylvaníu. Ekki verða of æst, en vinnustofan mín næst og ég sé að þið skjá, við á Segðu það! beinu. Þið bölvið úrkomunni, en útkomunni aðeins stýrt af mér og mér einum. Margir eru fórnað sér útlum
ákafa á Samma. Amma sá afa káfa ákafa á Samma. Það skiptir ekki máli á hvorum endan nú byrjar, það er alltaf sama niðurstaða, skilurðu? Nei, amma svo hvað? Þetta er svona samfella, Janet. Nei, samhverfa. Eins afturabaka áfram. Mætti kannski bjóða ykkur upp á smá hressingu? Nei, einmitt! Það segir mér enginn hvað ég má og hvað ég má ekki gera. Annars er hrikalega gaman að sjá ný og fersk andlit hérna. Gömul andlit var orðið frekar þreytt. Og að tjena mér á Kólumbía skottistu nú aðstóða riffraff, menn ég er ofana fyrir Brad Majors. Brad Majors. Já, og þetta er undirsta mín, Janet Weiss. Já. Við erum sko trúlofuð. Trúlofuð? Já, Weiss. Champagne. Og mikið gasalega gangið í huggulegum nærfötum. Og þetta mín, svona pillið ykkur í þetta, þá er ekki jafn verskjöldur. Já. Við fáum alltaf að setja gesti sjáðu til og kunum þar lendi lítið á svona gestresna. Gestrisni? Við viljum bara fá að hringja eitt símtafjörð. Afskaplega einföld bón sem þú veist bara hafa hunsað algjörlega, gjörsamlega. Er það nú gestrisni? Svona vann það fyrir Brad. Þú ert svo ákveðin. Karlmennskan aldrei klædd. Þú lítur að vera að bilast og stoltir honum, Janet. Jú, svona þannig sko. Segðu mig, Brad. Ertu með eitthvað tattoo? Nei, svo sannarlega ekki. Synd. Hvað með því, Janet? Ertu begguð? Allt er í reiðubúningi, herra. Við bíðum eftir fyrirmæla. Í kvöld, kæru Brad og Janet, verðið þið vitni af ströngfur á sviði lífefnafræðilegra rannsókna. Sjálf paradís verður á mínu valdi. En dásamlega gaman fyrir þig. Það er mjög gaman að segja frá því. Góðsaga. Í raun tilvilju. Þið vitið, eitt af þessum mögnuðu augnablikum. Þegar allt virðist svart. Engin leið tilbaka. Ég er stillt upp við vegg. Þú er kvíðakast, rannsveittur, inni í góðar og það er engin leið út og þó það var að leið, þá lægjum beint á botninn. En þá, allt í einu, færðu tækifæri, einn sjens, allt kemur heim og saman og þú fyrir að spinn. Því ykkur auðvikastu verið, því klóm. Svarið var bara beint fyrir fram að þig alla tíman. Það þurfti bara agnarlítið slys til að sjá það. Fýtt. Slys? Já, það var slys! Óvart. Bara, úps. Þannig uppgötaði ég leyndarmálið. Þetta hvarfkjarta efni. Lífsneistan sjálfan. Já, ég, og aðeins ég, er þessa vitneskju. Ég geymi lykilinn af sjálfu lífinu! Þið hljótið því að sjá það Brad og Janet hvað þeir eru heppin. Kvöldið í kvöld er einmitt kvöldið. Þeir hefðu fullkomna, óaðfinnanlega og sjúklega heita sköpunarmitt fælist! Kólumbía, þykir öllum ráðunum og kynni við það að sem ljáunum. Skrúðu upp í öfningarlist í legginu. Hættum sjá! Velkomin í heiminn, Maggi!
Hver segir að það borgar sig? Þú ert yfir annari vitt, bara dálítið þreytt. Þú var að taka á, þið þykja leitt. Þykir það leitt. Það má þessu sverði byggja beint. Yfir mér það var nú leitt. Á fáfræði sem einhver geti rifsað. En sér það var nú leitt. Æ, svei mér frá. Tilverand og grátt. Allt sem tvista má. Er að ég að fara á góðanlega böðu. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Nei, heyrðu nú. Þú kom að vera. Svona hæða litli sæti stráka sér í daginn sem þeir ræðast. Það er ekki gullgum. Þó ég verð að rosa þig það. Fárlega vel gert. Láttu ekki svona. Ég trúi þess ekki. Eftir allt mitt erfiði, öll mitt tár, allan svitanum, þá kemur þú. Aðfastu erfiðsins og núna glæsilega vera mín. Ekki loksins tilbúin fyrir lokaprófið. En fyrst verð ég að kynna þér fyrir fjölskyldunni. Riffraff, Rocky. Hæ, Rocky. Hæ, Riffraff. Magenta, Rocky. Hæ, Rocky. Hæ, Magenta. Columbia, Rocky. Hæ, Rocky! Hæ, Columbia. Svo, hvað finnst ykkur? Hann er höfundi mín þínu. Það er Bygni. Sigur Williams! Hann er allt í lagi! Allt í lagi! Er ekki lagið með ykkur? Hann er það besta sem hefur komið fyrir okkur. Brad, Janet, hvað finnst ykkur? Ég er nú ekki mikið fyrir menn með vöðvastæð. Enda bjó ég ekki til fyrir þig, tík! Svo láttu mig vita því að Rocky hérna er með upp og skrifað gæðavottum frá Alþjóðavættarsambatinu. Vesalings væskill sem er visinn og rík mun að eilífu tap eins og varnarlaust dýr. En ef hann hundar öll stopp og stælir sinn kropp, ef hann togar í lóf, munu tár, svit og blóð láta hann glansa og gljá með svónuti og með því að þreifa aðeins verður hann hreinn og þráðbeinn, hann verður sterkur. Ó já, milljónær. Hann fær sér heilsufæði, fullt af prótínum og gleypir rá egg. Því svona kallir það bensín til að komast á legg. Ég á að kenna allt sem hann kann á sjöfum stekkum. Get ég búið til vatn. Hann má planka og púla, hann má hlaða byssurnar. Hann má taka í tón og hann má trilla hratt. Ég held mig við það sem að ég veit og
Við drættum partí eins og gröð og klöpp og gerðum aldrei hlutina í réttri röð og saxafóninn grenjaði og síðan stöð svo settist hún upp í það var algjört æði hoppaði upp í allt þér ég ekki þurfa að rakka mér hoppaði upp í allt þér ég ekki þurfa að rakka mér hoppaði upp í allt þér ég ekki þurfa að rakka mér hoppaði upp í allt þér ég ekki þurfa að rakka mér leikur í skórið að spila flug við yfir fjarið það var aldrei hík að fara litið full með kaffið aldrei hík þessaðir í eirað á mér fúaðir mig ég get í brók og ég gat aftur í dömum auðin horfið algjörlega flungun í allt í kringum og törist með það rósrauð ský við reiknuðum með að lífið yrði ekki hoppaði upp í allt þér ég ekki þurfa að rakka mér hoppaði upp í allt þér ég ekki þurfa að rakka mér hoppaði upp í allt þér ég ekki þurfa að rakka mér hoppaði upp í allt þér ég ekki þurfa að rakka mér hoppaði upp í allt þér ég ekki þurfa að rakka mér hoppaði upp í allt þér ég ekki þurfa að rakka mér hoppaði upp í allt þér ég ekki þurfa að rakka mér hoppaði upp í allt þér ég ekki þurfa að rakka mér
Ég meina, það er engin glæpur að gefa svo nautnin á hold, er það? Við gætum alltaf tekið hann snúning og farið yfir helstu vafaðatriði. Janet, það er alltaf mikið tími fyrir að spillast nú þegar! Brat þarf ekkert að vita, ekki kjafta ég. Lofaru að kjafta ekki í hann. Sumir vilja meina, lífið sé ekkert annað en tálsýn. Raunveruleikinn aðeins ímyndun. Sé það rétt, þá er ekkert að óttast fyrir þau Brad og Janet. En á hinn bóginn hafa aðri mun hóplegri nálgunum á tilvist okkar. Snúist í raun og veru ekki neitt annað en að svala fýstum sínum. Hvað sem það kostar. Sé það rétt, þá eru vinir okkar í vondum málum og á öllum líkindum leiðinni lóðbeint til helvítis. Dapurlegt. Brat. Já, ástin mín, já. Allt í lagi, allt í lagi. Ég sagði þér allt í lagi, Janet. Já, ég veit, ástin mín. Hvernig komst þú? Mjög hart, en þú? Hvernig var þetta fyrir þig? Hvað þú gerir við Janet? Ekkert. Ég er ekki búinn, per se. Ætti ég? Mætti ég? Þú narraði mig. Ég hefði aldrei. Ég hef aldrei. Aldrei! Ég veit. Og það sést líka. En það stoppaði ekki neitt. Ég var mjög impressed, sko. Virkilega vel gert. Hættu þessu, hættu. Janet! Sess. Janet er löngu farin að núla sig. Ekki vilt hann sjá þið svona? Svona? Hvernig svona? Ég held þetta var allt raunverulegt. Þetta var allt raunverulegt. Eins raunverulegt og það verður. Þú fílaðir það. Við getum samt alltaf tekið hann snúning og farið yfir helstu vafaðatriði. Brat, það er alltaf mikið tími fyrir að spillast nú þegar. Janet þarf ekkert að vita. Ekki kjafta ég. Lofaru að kjafta ég. Hvað er eiginlega í gangi hérna? Hvar er Brad? Hvar er einhver? Við höfum bara aldrei farið neitt. Var dekkið ekki sprungið? Hvar er einhver vinum okkar? Er einhver maður samt að heilbrigðum? Hvar og bara tvö lítil orð sem enduróma nú stanslaust á eyrum og yfirgefnum hugsunargangi vinkonum okkar. En nú varum seinan til þess að snúa tilbaka. Það var eins og væri að rífa risavaxri öldu og klapraði berskegninni. Hennar einu von var að fylgja til enda og aðlagast aðstæðum. Hver veit, nefnir þið tekist þið að skóla góð þurft í taka tíð. Ólíklegt samt. Þú hér? Heyrðu, ég er eiginlega hálfpartinn á flótt undan skapurum mínum hiskjans. Ég er eiginlega bara frekar hræddur við það, sko. Ég hefði á tilfinningunni að það sé eitthvað skrítið í gangi hérna. Síðan hef ég verið að hugsa gænan á hann, Eddie. Ég held að hann mögulegt að segja okkur eitthvað. Já, þetta er alltaf þessu skelfilegur draumur. En
Er það sagt þú sért ekki fyrir vöðva? Sko, ég er svolítið mikið trúl honum Bratt. Rétt eins og Betty Monroe, vinkona mín, var að giftast honum Ralph Hafsat, sem er bara mjög næs. En á hinn bóginn fór Frank eitthvað að kissa mig og það var eiginlega bara mjög næs. Alveg svona rá fullnægingar næs. Og svo sá ég bara Bratt fyrir mér. Hann alveg rosa hissa, þú veist, og mér langar bara ekki að stoppa. En samt einhvern veginn ekki, út þetta var mjög næs, fullt af ástríðum og tilfinningum og shiti. Ó, Bratt, hvernig gæti ég gert þetta? Sko, það er allt hvað mér finnst. Þá er þetta herbyggi bara ein risastór píka fyrir mér. Einmitt, akkurat. Þetta snýst allt nærinskvöldina. Þú þráir bara að komast að fyrir öryggið. Öryggi? Ó, Bratt, hvað hafa þið gert þér? Tilfinningar Janetar hlupu með hana fram og tilbaka. Jálskólinn er undarlega gunnur. Á meðan hún í verulegri geðshæringu fiktaði við hátæknilega stórborðið fyrir öryggismyndavélar kastarans. Á myndavélunum birtist í skiptismyndir af tómum herbyggjum og mannlausum göngum. Þar til hún staðnæmist í svefnherbyggi Bratts. Það er ekki hægt að treysta neinum. Bratt, hvernig gastu gert mér þetta? Segð okkur allt, Janet. Hún var ómöguleg, hún líka ég. Hafði ekki nema farið kyrst. Er hún þá? Nefndi engu strákastússi, stöðugu músi. Það olli aðeins streitu og smá bleitu. En nú er hún glaðari, með áður óskýrða list. Ég enga múra reisi, við sjá bros úr geysi. Mig klæjar verulega að við hans leysi. Taktu mig, ég er til í allir ögnir. Áramála vil fá að myrkra kynvera. Svo er að fer á hlið, út á hlið. Þá vil ég smyrja mótorinn. Ég lít því ekki í þig, það verður ekkert víst. Hér er í lófalag að leggja í mig. Taktu mig, ég er til í allir ögnir. Áramála vil fá að myrkra kynvera. Taktu mig, áramála vil fá að myrkra kynvera. Taktu mig, ég er til í allir ögnir. Áramála vil fá að myrkra kynvera. Myrkra kynvera. Já! Hvernig gat þetta gerst? Þú ert að fylgjast með honum að blinda rottarinn. Ég brá mig bara augnablik afsíðis, herra. Öngur litli rokki minn. Athugaðu hvort þú finnir annan helkött af að líkama á eftirlitsmyndavélanum einhvers staðar. Gott og vel. Ég fundi staðsetningu hans. Hann er í kvennálmunni. Hann er bara rétt að klára sínu mér.
Rocky minn! Rocky! Rocky! Janet! 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 Hvernig fæstu þetta að þér? Nei, nú var sko nóg boðið. Þetta er búið. Búið? Hvað var búið? Hvenær er eitthvað búið? Ekki þessi tiltekna nótt, svo mikið var víst. Trúlofun þeirra Brats og Janets, gagnkvæm ást þeirra. Hver veit, hverjum er ekki sama. Það er ekki hlutverk fræðimanna að svara slíkum spurningum. Það er hlutverk hjartans að svara þeim. Og hann Brat var nú sannarlega með hjarta á réttum stað. Eitthvað annað en litla vininn. Endrum og eins er unnustan fálát. Ekkert gengur eins og smurt. Og endrum og eins er ólundin þrálát. Þú gleymir þér og ástin er á bak og burt. Þannig fór það og það var leitt. En hjörtun hætt að slá í takt. Hið bjartasta ljós brennur víst allt of heitt. Þú heyrir eitt, það getur meitt því sumt er sárt. Svo taktu sér tátt og troddu þeim afsíðis. Á morgun færðu í andan. Lífið er ljúft með lægðir sem og ris. Heyrðu í mér og þvoðu þér, þá kemst allt í lag. Og þannig fór það og það sitt. En hjörtum eiga alltaf svar. Svo taktu þér tak, teiknum nýja mynd. Gáða þér og ástin er ennþá þar. Er ennþá þar. Gast ekki haft þetta aðeins önnara? Vælu kjóin. Þvílík velgja. Er ekki kominn tími til að þú sýnist með ábyrgðina? Nú hefur farangurinn þinn, hún Janet, tálbeygjan Rocky minn og láta hann stauða sig ítrekað. Og þegar situr þú hér, Sifrun. Hugsaðu bara. Stólgraða druslu tuska er þú búin að spilla föndran á sköpunarverkinu mínu. Honum Rocky. Ó, Rocky. Hvernig gastu gert mér þetta? Hingað er kominn gestur.
Ég meina mannesku. Já, svo sannarlega. Þetta er gamall vinur. Mjög gamall. Ég skil. Þannig að vera þín hér er engin tilviljun. Þú komst hingað af ásettu ráði. Þetta grunaði mig allan tíman. Nei, alls ekki. Ég er búinn að segja þér margoft. Að bíllinn bilaði. Það sprakk. Ég veit vel hvað þú sagði mér. En þessi doktor Everett Scott, nafn hans hringir einhverjum bjöllum. Já, hann var eðlisfræðikennari minn í menntaskóla. Einmitt það! Hann vinnur fyrir þér opinbera, ekki satt? Brat! Það sem að stundar háleynilega rannsóknir, ekki satt? Brat! Rannsóknir á svokölluðum fljúgandi furðuhlutum, ekki satt? Brat! Er ekki kannski frekar að tala um njósnir? Njósnir og hlutir sem komunum var ekki bönir, eða hvað? Da-da-da! Það má vel vera, en hann virkaði nú aldrei mjög njósnarlegur fyrir mína parta. Aðskotamaðurinn er kominn inn í bygginguna, herra. Frábært. Riffraff, loka öllum útgöngulegum og sagtu Rocky og Janet. Þurrkaður undan af þeim fyrst. Skulum endilega reyna að gera gott úr þessu. Stemmingin hér er farin að þessu í Þjóðleikhúsinu. Doktor Scott! Hvað? Hvað er þú að gera hér? Engar hundakúnstir, Dr. Scott. Þetta var allt hlut af áætluninni. Þú sendir þau brat og fluguna stendinga til að njósnir ekki satt. Leiðilegt fyrir þig, gamli. Sá ég gegnum þetta svo skot. Allt er breytt. Plottin sökka. Það var mjög auðvelt, sko. Kannski ekki auðvelt á hann brat hérna, samt mjög auðvelt. Ég get fullvissið saman að næglega hans brat ég kem í gegnsæli okkur sköldu. Ja, sem og reyndar allt eins og búin að gera hér. Ég átti heil ekki vona sig að þetta væri svona... Fáa, Dr. Scott. Þetta er kannski frekar að segja Dr. Von Scott. Sæs nú svo aldrei snætt! Hvað er það að gera skýrin? Engan áhyggjubrat. Býtti nú við þetta tóktíkilega illa sem svo nesafna. Já, hvað heldur mögulegt þetta gæti verið? Það er aldrei efriðt að segja. Þetta er einhvers konar málblanda. Ójarnesk. Líklega svanari lífstjórnu. Dr. Scott! Brat! Janet! Rocky! Dr. Scott! Brat! Janet! Rocky! Dr. Scott! Brat! Janet! Rocky! Dr. Scott! Rocky! Allt upp hér. Saman! Heyrðu góð, ég skapa þig. Og ég get afskapað þig líka. Ég get sagt það. Svo er það líklegast að fara með okkur eins og fórst með lesalíks Eddi. Sess! Sess! Eddie! Sess! Ég sá hann áðan. Hann leit alveg hræðilega út. Hvað þykist þú veit Eddie, Dr. Scott? Ég veit ótal margt um ótal margt. Ja, það vil fyrir þetta skemmtilega til að Eddi var litli frendi minn. Dr. Scott! Já, bara systusónu minn. Ég vissi alltaf að maður í slæmu félagskap, en svo í slaga en mig grunaði. Sér lítið geimverur. Geimverur? Hvað meinarðu? Svona, sitt ekki á þessu öðrætt. Hann var ólukkukrís. Allt frá byrjun. Leysindarflís í lífsins tá. Óttanans gret. Því gerpið eins og fáðu ég. Hann hvarf leys og hún féll frá. Æ, þetta fjölskyldu fag. Og að hlusta á graðhestakag. Glendi sig og skóð. Egin mótor bák. Mótor í last. Ráðum eftir á. Aftur kreistingstugleis.
var sem fax. Lestu það! Utan á hraðferð upp á næsta stig. Stöðið þess í skyndi og það strax. Þegar hann ekki vildi ekki sluppu að vita hann stefndi langt. En ef hann fjallar að hér þessi tókur meistarinn. Þegar hann ekki vildi ekki sluppu að vita hann stefndi langt. En ef hann fjallar að hér þessi tókur meistarinn. 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 Maður minn. Aumingja vesalings Eddi, hann sem gaf svo mikið af sér. En engar áhyggjur, það nóg eftir af honum, það nóg fyrir alla. Ég skal setja hann í frystikistuna, herra. Dugleg stelpa. Nei, nú mér sko nóg boðið Frankenfurter. Skulum sjá til með það. Ég er föst. Ég get ekki lyft fótunum. Það væri þá í fyrsta skipti. Hjólin mín, ég get ekki hreyft hjólin mín. Verið límt við gólfið. Greyin litlu. Þið eru svo lítil sífrandi smáblóm. Fávís og auglein. En það komið að því, það showtime. Rifflaf, undir fjölum og innröða hljóðfæriarnum og stillingunum við átta. Og nú stiltu alla mælastófinu. Svo ætti ég að komast að sé Jankoðsluðu flotrakku sem hættjóð. Þið setja apparat sitt sem er líklega spilgjutjöfandi karkvindandi líkansverðar, ekki satt? Ætlar að senda okkur að það áhyggjur? Honra, Lánuða, smá, netta. Og sem þá, ég tel upp á 3. Nú skal hlusta lítið tál. Rauðtertan þín, fara ekki svo fín. Nú skal hlusta, Janet mín. Ég sætti þig og það klæddi þig. Þáði losti, lægi frosti, komstu ítrekkað af fjöllum. Lægufyllin, hringd hún einhvern fjöllum. Ertu með blað, skrifað á það. Nú skaltu hlusta, sama hvað. Þetta smától gerir þá spól. Nú máttu mæta á rafsból, því hugnaðurinn þín. Hlusta, Janet mín. Nú skaltu hlusta, vuldabusta. Nú skaltu hlusta, hlusta. Það engin spurning, þú það sinnef spurning.
Magenta mín. Magenta mín. Rósi. Svo virðist sem skemmtikraftarnir okkar hafa brugðið sér aðeins afsíðis til að safna sér saman. Þegar þau hafa safnað saman líkamsleifum sínum, svona mestu, sjáum til þess að þau séu tilbúin í sjóið. Guð minn góður, þið bara þolir þetta ekki lengur! Veistu hvað þú gerir, Freddy? Þú séð þú eftir að vinna svona þann alveg við þetta Rocky! Þú spjattar á fólkinu og spýtir þér aftur út! Ég elska þig. Heyrðu það? Ég elska þig. Þú hafðir eiginlega út úr því. Ég skal sko bara segja þér það að það er einskis verða kostur eftir hún að pissa þig út þess að svampur! Þú bara tekur og svo er fólki allur ástríf og ást. Ég er náttúrulega búin að fá mig pakk full sadda. Ég er farin. Fyrir fullt og... Gerðu þetta aftur. Þetta er æði. Þetta er geggjað. Flipp sturlað. Ég er æði. Þið er æði. Sjáum sykurpúðar. Púðursykrar. Wow! Haldið sé auðvelt að hafa alltaf gaman. Bara það að brosa henni til að verka í grímum. Og börnin við snúast gegn mér. Haldið sé ekki sárt. Rocky hafði sér alveg svo að neitt gerði. Kannski það var ekki góð hugmynd að skipta saman heilanum á milli þeirra. Æ, ég veit það ekki. Ég bara veit það ekki! Hvenær förum við aftur heim? Hvenær förum við aftur heim? Til Transylvaníu. Magenta mín, ég er afskaplega þakkláttur þér og allt það. Bæði þú og Riffraff hafið þjónað mér gífurlega og slíka tryggð ber að launa ríkulega, algjörlega. Og þú mátt vita það, Magenta, ég get verið mjög gjafmildur ef ég er í stuði. Ég bið ekki um neitt. Ekkert. Herra. Fá það. Það skaltu líka fá. Heilan helvítis helling af engu. Jú, gott fólk og aðri gestir. Þar höfum við það. Fyrir einhverja óræða tilviljun, komu örlögin því þannig, fyrir þau Brad og Janet, gátu þau eftir allt saman hitt lærumeistarann sinn og góðan vin, Dr. Everett Scott. Reyndar, við frekar sérstakar aðstæður sem ekkert þeirra svo fyrir. Ekki nóg með það, aðeins örfáum klukkusundum eftir að þau áttuðust hvort öðru, höfðu þau Brad og Janet sokkið tönnunum í forbúin ávöxt. Og þau líka ávöxt. Það var þó aðeins enn eins sönnun þess, gesthafi þeirra, var maður fárra siðferðislegra þröskulda, hann mun þeim allstekkilegra sannfærakrafts. Hvers slags auðmýkjun áttu þau eftir að ganga í gegnum? Og hvað með öll þessi tæki og tól? Og þessa bjévitansvislu sem þau tölnast á? Viti, mér er eiginlega bara alveg sama.
Ég er ekki fyrir veislur. Ég dansa ekki. Allt var fínt svona fyrstum sinn. Frækki var upp á allskaurinni. En síðan upp á þetta ansans bragð. Það átt að kalla þetta vöðvafjall. Því set ég alla mína trú og traust. Hæfið tungur og hugsaður. Á að rósróðin skíður ég bera mig héðan á braut. Svarthvítar meyjar sem sveipaðar dulúð og reyk fylltu allsniðin drest hvað ég óska þess að fá að klæðast eins og þær og bregða á leið. Láttu þig falla í alvöruna, að heitum rauðum þig gefnu á vatn og orðnotum, draumum og muna. Fylltar af stunum og losta. Sérðu það ekki? Við verðum að flýja strax. Ásins þetta óeðli
Veðrið kemur okkur. Ég má ekki brotna saman og ég vil ekki að lífi mínu verði lífað fyrir þig. Ekki meira, elsku mamma. Guð blessi erótískt Hvað að raspa sem ég líf, finnur hullum frá mér að ég fæðast að góði grín. Ég tíma springja tímandi, á einhverjum djúpinu lifandi, á að rósóðu tímum við okkur til að ná þau. Na 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 na. Ég vil skoða milli því, hvað að raspa sem ég fyrir, finnur hullum frá mér því, að ég fæðast að góði grín. Ég tíma springja tímandi, á einhverjum djúpinu lifandi, á að rósóðu tímum við okkur til að ná þau. Þetta er búið.
blessaða tussusnúðurinn. Sjáðu til, þú eru hér áfram. Í það minnsta í anda. Almáttugur, þetta er hafa kraftmikill sem bara banna leysingisli. Hárrétt, Dr. Scott. Gjöreyðandi vott sem gefur frá sér hreinan andamiskið slag. Og ætlarðu sem sé að myrða hann? Svo veist hvernig fór fyrir Eddie. Við sem að enda samfélag okkar við þessum líf. Leikrétt, Dr. Scott. Minn ágæti Frankenfurter, þinn tími er kominn. Ég er rétt að sagt farinn. Þú getur ekki allt þetta best. Ég bið að heilsa algleyminu. Komdu með það. Komdu með það undir málskrifningur. Einhver! Hjálpi mér! Einhver! Hjálpi mér! Ég hélt þér líkaði við þau. Þeim líka nú við þig. Þeim líkaði ekki við mig. Engum líkaði við mig hér. Þú sátt hvað var að gerast. Í hvað stefndi. Svo gerði eina rétta. Þú ættir að forða þér, Dr. Scott. Meðan þú enn getur. Fyrir mig þann mundar eins að kastalum aftur heim. Heim, út í geim, til Transylvaníu. Svona, farðu. Okkar ætlunarverki er næstum lokið, systir góð. Rákstíg og þvalar og tungskísvotar til okkar heittelskuðu plánetu. Transylvaníu, næturland, hve ég þrái að dansa þar á ný og syngja hennar myrkru ljóð. Ræsum varankristallinn! Hvað hef ég gert sem gagnir að? Ég hef fundið fátt en ferðar það og eitt er víst að innra með mér blæðir. Ofurhetjur, herjamenn, þær girnast fólk sem hjarir enn og eitt er víst að andskotinn þær fænir.
skínið, heiðri tínd, tím og rúm án tilgangs. Elskunar mínar, svona sætar og fínar, ég sá þið hittu staffið mig. Þau eru ekkert of hress, og það er bara vegna þess. Þeim vantar bara stöffið sitt. Hrökkvið ekki kút og ég líti svona út. Umhverfina auðvitað, ég held að fyrir mér.